Segðu mér aðeins bara frá starfseminni stuttlega hérna í Grindavík. Við erum alltaf bara hérna 6 á vakt sem skiptum með okkur viku og viku í senn. 2 vaktir sem rúlla og já, það er bara svona basicið. Hvernig hefur álagið verið? Álagið búið að vera alveg þokkalegt sko og töluverð aukning núna á milli ára, þá er 25% aukning á flutningum sem er alveg slatti sko. Veistu hvernig það er í samanburði við til dæmis bara landsbyggðina heilt yfir? Ég er ekki alveg með að reyna en ég veit að það er töluverð aukning allavega, já, eins og staðan er í dag. Já. Það urðu smá breytingar á fyrirkomulaginu hjá sjúkraflutningum með hérna Grindavík. Getur þið aðeins farið yfir það? Síðustu áramót tóku Brunavarnir Suðurnesja yfir sjúkraflutningana hérna í Grindavík. Við vorum áður undir HSS, þannig við urðum allt í einu hluti af miklu stærra batterí og fengum í rauninni miklu meiri, fengum meiri stuðning og meira fólk á bak við okkur og þú veist, þetta verða allt miklu betra. Af því að oft er svona svo skoðun uppi að allur samvinnu og samvinning sé bara af hennu verra sko, en það er ekki ykkar upplifun hér? Alls ekki sko, bara alls ekki. Þetta er bara búið að gera þvílíkt gott fyrir okkur sko. Af því að það er bara í rauninni það sem þetta þýðir fyrir okkur, við erum alltaf með backup, alltaf með bakland og varðstjóra og annað sem við getum talað við. Og svo eru þeir nú yfirleitt búin að senda okkur bíl líka til að hafa auka hendur ef þetta er eitthvað alvarlegt. Þannig að það munar alveg helling það, við þurfum ekki að vera að biðja um neina aðstoð og við erum með varðstjóra sem kallar út allt það sem þarf að kalla út. Þetta er ekkert bara einhverju 2 saman á sjúkrabíl sem þurfa að rædda öllu. Þeir eru hluti af miklu stærri heild? Já, miklu stærri heild. Hvernig er svona, ef við förum bara svona á alvarlega nóturnar í þessa sjúkraflutninga, nú þurfa sjúkraflutningamenn að koma alls konar tilvikum. Hvernig er með áfallahjálp og svona andlegu hliðina? Við náttúrulega erum góður hópur hérna í Grindavík sem störum saman og spjöllum mikið saman og yfirleitt ræðum málin í þraula þegar það kemur, en okkur stendur til boða að fara í áfallahjálp og sálfræðihjálp og allt svoleiðis og það er lítið mál og það er alltaf kostnað þá bara Brunavarnir Suðurnesja og það er ekkert vandamál ef okkur vantar. Það er aldrei einhver spurt út frekar út í það. Ég verð að koma að gosinu áður en ég hætti að spila við þig. Það var náttúrulega jók álagið hérna bæði á björgunarsveitina og slökkvilið og sjúkraflutninga. Þið stóðu vaktina þar, eða ekki? Jú, það var alveg yfirdrifin að gera hjá okkur þar og áttum alveg frábært samstarf með bæði björgunarsveitum og slökkviliðinu og gekk allt alveg ótrúlega vel fyrir sig. Og svo hefur núna í haust þá hefur Brunavarnir Suðurnesja verið með bílarnir frá með neyðarflutningsmanni sem í rauninni tekur þá alltaf mest álagið, þannig við erum ekki að teppa bílinn lengi hérna upp á það að gera, þú veist, það er búið að gera svo mikið þegar við mætum á svæðið. Segðu mér, er það jafnvel þó svo sé ekki gos í gangi? Já, það er núna allan að starra rækt fram á áramótum, búið að vera. Ég man ekki alveg hvernig þetta byrjaði, en þetta er alveg búið að vera í dágóðan tíma og bara hefur alveg gert rosalega mikið. Segðu mér Helga, hvað ef mig langar að gerast sjúkraflutningamaður, hvað þarf til? Þú færð að klára fyrst 60 einingar í framhaldsskóla, svo ferði í grunnnám sem við kallum í rauninni basicinn, sem er þá rúmlega 1 ár. Svo ferði í framhaldsnámi í kjölfarið af því sem þá 4 annir og sirka 2 ár. Og já, that's it. Þetta er heljarna nám og fólk að leggja á sig mikla vinnu og fólk er yfirleitt að vinna þetta í samhliða annar vinnu. Nei, í rauninni ekkert allir. Við erum náttúrulega bara, hérna göngum við bakvaktir, en eins og hérna í Keflavík þá er alltaf full-time starfslið, bæði í sjúkraflutningum og slökkviliði. Þannig að við erum í rauninni bara lítið batteri út frá þeim. Lítið nauðsynlegt batteri? Algjörlega, lífsnauðsynlegt.